frekar hratt. En góðan daginn og velkomin nýtt vlogg. Það svo föstudagur og ég ekki að vinna í dag. Þannig ég skutlaði Stulla bara í vinnuna 7:30 eða eitthvað. Og ætlaði svo bara að koma heim og fá morgunmat og fara svo bara fljótlega í ræktina. En ég var allt í einu bara gett þreytt. Ég veit ekki, ég kannski ekki búin að vera að sofa alveg nóg undanfarið. Þannig að ég bara lagði mig í smástund. En svo þegar ég ætlaði að vakna til að fara í ræktina þá fattaði ég að vörglas í Mosó lokað. Það einhverjar viðgerðir í gangi í Lágafellslaug og vörglas lokað líka. Þannig að ég ekki að fara í ræktina. En í staðinn ætla ég bara að fara í smá göngutúr. Það bara svona fínt veður. Koma svo bara heim, græja mig aðeins. Og ég þarf að fara í IKEA og eitthvað í dag, stússast aðeins. Ég nenni einhvern veginn ekki að fara margar ferðir úr Mosó í dag, þannig að ég ætla svona að reyna að sameina tímasetninguna sem ég þarf að stússast og sækja Stulla í vinnuna. Sem basically þegar það umferð, þannig að það ekkert besta hugmynd ever, en sjáum til. Ég þarf að skreppa í IKEA að kaupa fleiri glös og hvítlaukspressu og eitthvað svona random. Og svo ætlaði ég að fara að kaupa garn í næsta verkefni og hvað meira? Ég þarf að skila buxum. Já, þetta bara eitthvað svona stús, þetta svona mjög mikið á svona inn- og útmissjónum. Þannig að það verður stuð. Mér finnst alveg smá gaman að stússast á föstudögum, ég veit ekki, það bara eitthvað notalegt. Svo í kvöld ætla ég bara að baka pizzu. Segir maður baka eða elda pizzu? Mér finnst baka make a sense af því ég að gera deg. En já, það svo típist að Lágafellslaug sé lokuð. Ég ekki búin að vera eitthvað í miklum ræktargír bara því að ég hef ekki haft bara einhvern veginn tíma eða orku í það. Svo núna þegar ég ætlaði loksins að drífa mig, það var lokað vegna viðgerða. En það opnar eftir 5 daga. Ég fékk líka flensu þarna í síðustu viku og hún ekki alveg farin. Þú veist, ég ennþá stútfull af kvefi eins og augljóslega heyrist og ég með hósta eitthvað. Þannig ég svona, hversu mikið á ég að vera úti, en þú veist, ég þarf líka að halda áfram með lífið, það sumar. Þannig að já, ég ákvað bara að halda áfram með lífið en ég ennþá kvefið. Og mér langar ég ætla að byrja stuttan göngutúr núna. Ég þarf að fara hægt af stað, en þú veist, fyrir meðgöngu þá hreyfði ég mig alveg mikið, þannig að það er smá viðbrigði síðan að verða ólétt og það er ógeðslega mikið að gera og ég ekki ná að viðhalda neinni hreyfingarrútínu. Þannig að mér langar einhvern veginn að reyna að koma því aðeins aftur inn. Og það verður miklu auðveldara, þú veist, í sumarfríi og eitthvað, en þú veist, þegar ég búin að vinna á daginn þá ég smá bara svona Og þá maður eftir að elda og eitthvað, þannig að ég þarf stundum bara svo smá downtime þar á milli. Fyrst sjástegin í vöfnið, en skellum okkur út. Ég ætla einhvern veginn að reyna að kaupa mér ekki ógeðslega mikið af einhverju svona óléttu fötum. Ég veit ekki af hverju, ég eitthvað svo mikið að reyna að vera sparsum og praktísk og eitthvað, en ég held að það sé komin tími til að face the music og finna mér, það alveg komin góð kúla núna, finna mér æfingabuxur. Þú veist, ég í svona capri buxum núna af því að hinar komast ekki lengur svona hátt upp. Þannig að kannski þarf ég að kíkja bara í voddbúð eða eitthvað svona, ég veit að þau eru með Eiminn-vörurnar og ég held að Eiminn-vörurnar, svona maternity-vörurnar sé alveg frekar næs, þannig að kannski kíkja ég það eftir. Það eru bara afgangar í hádegismatinn, en vá hvað ég spennt fyrir þessu. Þetta bara afgangar á tortillu, það voru bara 2 kökur eftir, þannig ég ákvað að gera bara quesadilla og þetta loaded. Og ég að fara að vera svo sött. Allt í einu var ég orðin smá eftir áætlun, en við ætlum að baka pizzu í kvöld, þannig að áður en ég fyrir út að stússast þá verð ég að klára að gera degið. Og ég gerir bókstaflega alltaf sömu uppskrift. Þetta bara einhver uppskrift sem ég fann á einhver íslenska síðu þegar við byggum úti. Mega einföld. Ég skal skrifa hana bara hérna við hliðina og meðan þið horfið á mig setja þetta út í hrærivélaskál. Ok, sko, búin að setja hveiti og ég leysi upp, þú veist, það 200 ml af vatni í þessari uppskrift
og gerið fer í 1 dl eða 100 ml og olía og salt í hinn. Þannig að nú er ég búin að leyfa gerinu að sitja í smá og setja þetta tvennt bara hérna úti, hræri, klúður yfir og bíða þangað til að hefa sig. Svona, svo bara hendi ég viskastykki yfir og fer að henda áfram með daginn. Ok, ég lagði af stað í stússið mitt töluvert seinna en ég planaði, en það var bara fínt. Ég átti bara kósí morgun og hreyfði mig og ég ætla að segja eitt sem ég elska við að búa í Mosó, og þú veist, ég er ekki að segja þetta sé bara svona í Mosó. En eitthvað svona sem mér finnst að fólk megi gera meira af er að segja góðan daginn. Þú veist, mér finnst allir hérna að segja góðan daginn. Það er bara eins og í Hrísey, þú segir bara hæ við alla, skilur, eða góðan daginn eða eitthvað. Já, pælingin mín í dag, eða skilaboðin mín í dag er að við skulum segja meira góðan daginn við fólk. Þó að við segjum að mæta, þú veist, jafnöldrum okkar eða eitthvað, segja góðan daginn. Það gerir mann eitthvað svo glaðan. Það er eitthvað svo fyndið að vera í IKEA midsommar. Það er eins og ég sé bara að farast úr svefniði. En okkur vantaði bara fleiri glös í eldhúsið og hvítlaukspressu, þannig að þetta er ekki langferð hjá mér í þetta skipti. Ok, successful IKEA-ferð. Já, ég var í rauninni bara að fara til að kaupa glös og hvítlaukspressu og písk, en kom út með smá blómavasa líka. Það er svo leiðilegt þegar maður fær blóma eiga ekki fallegan vasa. Þannig að ég bætti úr því og keypti mér að sjálfsögðu bíla á kassanum. Ég stóðst ekki máti. En ætli það sé ekki bara komin tími til að sækja Stilla í vinnuna klukkan 5. Þó ég sé vissulega ekki úti á midsommar, þá fæ ég svona smá lyktina af Svíþjóð í dag með því að fara í IKEA. Sem var ekki planað, ég fattaði ekki einu sinni fyrir en ég var komin. Og ég sko bókstaflega, ég setti í story fyrir utan IKEA á þess að fatta. Eitthvað svona glad midsommar og eitthvað, og svo steig ég út úr bílnum og bara, ég er í IKEA. En já, það er bara gaman. Ég er eins og Svíarnir segja på strålandi humör í dag. Ég ætla að drífa mig að sækja Sturlu í vinnuna. Svo fyrir við heim að gera pítsu og eitthvað sniðugt. Klára síðasta þáttinn á Kastanjemenn. Ég var geðveikt spennt í gær að klára hennan þátt, að við hefum bara einn eftir. En svo steinsofnaði ég bara klukkan 8. Jæja, nú er ég búin að liggja í einhverju skrolli í svona hálftíma. Það er pizzakvöld, þannig að ég ætla að stökkva í Bónus sem að vill svo heppilega til að breiða hérna. Þannig að þegar maður nefnir alls ekki búin þá er alltaf stutt að fara. Ég er að fara í sund með Klöru systur, en ég er að fara þangað á bílnum okkar sem að bilaði aðeins á mig daginn þegar ég var ein að keyra í mjög slæmum aðstæðum, þannig að ég er virkilega stressuð að keyra þennan bíl, en hann er kominn í lag þannig að það ætti að vera í lagi. En ég er samt alveg bara, ég er mjög hrædd, en ég ætla að pröfa að keyra hann, reyna að rífa plásturinn af því ég kemst ekki upp með að keyra hann bíl ekki, þannig að pray for me. Hér er eina fólk landsins sem er ekki að Kaló. Nei, við ætlum að horfa. Við fórum að horfa á litla frænda að spila fótbolta út á Nesi og nefndum ekki að elda, þannig að here's dinner. Það er sofa-dinner. Straight from Kársnes. Já, við keyrðum upp á Kársnes til að fá okkur hamborgara. Þannig nú er smá sofakósi.
Það var sund, fótbolta, svo eitthvað útidagur. Já. Hvort ég sagði það í gær, en ég keypti þetta súkkulaði í plata ársins hjá Nova Sirius. Mér fannst svona eins og flestir verið að segja að þetta væri best. And I kind of like it. Ok, smá svona sunnudags reset í gangi. Við vorum að koma úr búðinni. Við vorum í svo góðri rútínu út í Svíþjóð alltaf að gera matseðil og að versla inn bara þú veist alveg eftir matseðlinum. Þannig að við byrjum á því aftur núna og þá ger ég náttúrulega bara þú veist hvað í matinn í vikunni og svo bara flokka ég eftir í hvar í búðinni það til að gera þetta einfalt. Ég einhvern veginn búin að liggja upp í sófa í allan dag og að fá svona ok, nú ætla ég að gera eitthvað. Þannig að ég að taka upp púkanum og ætla svo aðeins að þrífa og elda og svo chilla ég aftur í kvöld. En ég er mjög spenntur þessu, ég keypti ferskjur. Ég og Klara systir vorum eitthvað að tala ferskjur í gær og ég hef ekki hægt að hugsa þær. Þú byrja að skóla allt grænmeti. Ég set aldrei, yfirleitt ekki, grænmeti inn í ísskáp. Ef maður búinn að skóla, þá veit maður bara ef ég að fara að fá mér epli eða papriku eða eitthvað að hún hrein. Nýtt í kvöldmat, þannig ég fór á TikTok, sjálfsög. Ég bókstaflega skrifaði bara dinner og fekk upp mjög gyrnilega svona gríska einhverja kjúklingaskál. Þannig að ég ætla bara að gera kjúklinginn tilbúinn. Marin að hann í einhverju næs og frá því ég var ólétt þá ég svo hrædd við kjúkling. Þannig að ég alltaf í hönskum. Við eigum alltaf núna hanska til þess að það er bara ógeðslegt að snerta kjúkling. Þannig ég keypti úrbeinu læri. Ég alltaf í einu með stað eitthvað voða næs núna. Ég var massa heitir á úrbeinu læri einu sinni. Stulla til mikilvæg gleði því það uppáhaldið hans. En já, ég ætla að gera marineiringuna og bara eitthvað að dúlla mér svona fyrsta ryksugan á batterislaus.